Það þekkja nú sjálfsagt flestir hann Hallgrím Pétursson og Guðríði Símonardóttur sem bjuggu hér á Saurbæ í Hvalfjarðarsveit. En það eru fleiri sem hafa búið hér og meira merkilegt hefur gerst sem hefur komist á spjöld sögunar. Hún Ingunn Stefánsdóttir, hún hefur verið að taka saman fræga Hvalfirðinga og fræga atburði hérna úr sögunni. Heyrum aðeins í henni. Ingunn, þú ert íbúi hér í Hvalfjarðarsveit og vinnur hér og búin að búa hér í töluverðan tíma. Hvernig færðu þá hugmynd að hugsa út í fræga í Hvalfjarðarsveit? Það eru nú svona margar ástæður fyrir því. Fyrsta lagi kannski finnst mér dálítið áreiðandi að bara svona fyrir okkur sem samfélag að vita, til þess að vita hvert við eigum að stefna, að vita þá líka hvaðan við komum og hafa þekkingu á sögunni okkar og fortíðinni. Síðan, eftir ég fór að vinna hjá sveitafélaginu mínu, hérna, Hvalfjarðarsveit, þá upplifði ég talsverða þörf, það er mikið hringt og spurt eftir, það vantar leiðsögn og menn eru svona leit að fróðleik sveitafélagið. Og svo bara svona potast maður út fyrir það enda ramman og svo ég ákvað að prófa að taka saman svona eitthvað því að það vantar ekki að það er af nóg að taka. Þú hefur nálgast þetta aðeins út frá persónum, þú veist, í látnum persónum, eða ekki aðalega? Jú. Og þar er náttúrulega, sá elsti er náttúrulega Hörður Grímkelsson, Harðarsaga og Hólmverja, sem að gerist hér í sveitinni og sveitunum hér í kring. Hörður var vandræðagemlingur og útlægur skógarmaður og endaði svo á því að vera drepinn hér því að bændum líkaði það illa. Hann færi með herflokk sinn rænandi og ruplandi sveitir því að þeir þurftu að hafa í sig og á. Og síðan af því að hefndarskyldan var svo rík í þessu þjóðfélagi, þá var ekki nóg með að Hörður og hans menn væri drepnir. Það þurfti að drepa syni hans líka, svo þeir hefndu hans ekki þegar þeir stökkuðu. Og þá syndir mamma þeirra með þá úr Gershólma í land og það dugði ekki að fara stystu leið. Þar biðu fyrirsatsmennirnir. Svo hún fer ekki stystu leið í land, heldur tekur land undir Bjarteyjarsandi og fer svo með þá upp Glym og kemst til ættingja yfir í Skorradal. Og þetta er gríðarlega dramatísk saga. Og þeir sem að nenna ekki löngútgáfunni, þeir geta fengið styttri útgáfu með kvæði sem að Davíð Stefánsson orti og heitir Helga Jarlsdóttir, sem er rosalegt. Svo erum við nú með einn hérna beint fyrir neðan okkur, Hallgrímur okkar. Já, og það er líka gaman að segja, ég hef nú alltaf gaman að segja frá því líka í þessu samhengi að það er nú alltaf sagt að sagan sé skrifuð af köllum og fyrir kalla, en hér í Hvalfjarðarsveit eigum við nefnilega konur úr sögunni sem að svona voru sjálfstæðar hetjur. Og þar kemur til sögunar Guðríður Símonardóttir, sem að var nú náttúrulega vestmanneyingur en er sem sagt hertekinn og flutt til Alsír og hún kemur aftur tilbaka og giftist Hallgrími Péturssoni. Ég tel að þau hafi átt sína bestu daga hér í Saurbæ þar sem að Hallgrímur yrkir Passíusálmana og ég held nú að Hallgrímur og Guðríður hljóti nú, meðan við játum kristna trú á Íslandi hljóta þau að vera frægasta fólkið, þá eru þau frægasta fólkið úr Hvalfjarðarsveit. En svo er náttúrulega ekki allt frægt fólk, sko, þau eigum við líka fræg skrímsli og Katanistýrið það er draugurinn okkar, eða svona ófreskja. 1874 verður fyrst vart við það og það var mikil ófreskja á stærð við geldneyti og með digran búk og stutta fætur
og skaplega ljótt. Svo sem sagt gerð aðför að dýrinu og það fengin skytta ofan úr Borgarfirði. Og svo við mátum þetta við samtíman þá Sigfús Eymundsson farinn að taka myndir og hann fenginn úr Reykjavík og það átti að reyna að ná myndum af dýrinu. En þetta gekk nú ekki eins og til stóð. Katanistýri var alls ekki hrifið af fyrirsætustörfum og það voru gengnar vaktir þarna til að reyna að granda því og sem endaði svo með að það fannst aldrei. Og í kjölfar þess upphófst svo eitthvað málavafstur því að enginn vildi gera upp við skyttuna sem var kölluð til úr öðrum sveitum og átti að skjóta það. Áttu þér eitthvað svona uppáhalds? Já, ég hef alltaf talsvert uppáhald á Jóni Thoroddsen sem bjó á Leirá. Hann var sýslumaður þar og af því að ég sem ung stúlka las mikið af ástarsögum þá finnst mér alltaf gaman að hugsa til þess að hann samdi það sem hefur verið skilgreint sem fyrsta íslenska ástarsagan og sem piltur og stúlka og svo síðan maður og kona sem honum auðnaðist nú ekki að ljúka við. Hann bjó og dó á Leirá og Leirá náttúrulega staður sem að hægt væri bara að gera marga þætti mjög mikill sögustaður og þar hafa sko frægu kallarnir búið í gegnum tíðina. Magnús Stephensen sem að var mjög mikill framámaður á sinni tíð og áhuga maður hverskyns umbætur, vildi tosa Íslendingum til nútímans, hafði búið og lært út í Evrópu og þekkti þar framfarir og allt annan veruleika. Og Magnús Stephensen, hann til dæmis hugsetjiði það nú í samhengi við okkar veruleika. Hann kaupir prentsmiðju, Hrafnseyjarprent og flytur að Leirárgörðum. Svo kaupir hann hina prentsmiðjuna á Íslandi, Hólaprent, og flytur hann að þangað líka og sameinaði. Það var ekki jafngott að samkeppnisráð var ekki til þá. Og það nú talað að fjölmiðlar séu fjórða valdið. Hver haldið að við myndi ekki vilja að vera í sporum Magnúsar Stephensen og stjórna hvað gefið út og lesið í landinu?